Jæja þá komið að þriðja fyrirlestrinum en hér ætla ég að stikla á stórum undirbúning nýskógræktar. Þá það undirbúningur lands og val á plöntusetjum. Ég ætla ekki að tala mikið þetta en ég ákvað að henda einni glæru í þetta. Þetta gríðarlega mikilvægt. Hérna á gamla máltækið í upphafi skildi endinn skoða vel við, en það mjög mikilvægt að huga að vega- og slóðakerfi strax í byrjun og meðan auðveldast að sjá hvar besta vegstæði liggur og þá bara best að gera það strax, en ef það ekki hægt að leggja slóði eða vegi þá bara að gera að passa planta ekki þar sem að slóðin á að vera, þannig að sé hægt að fara og gera slóðan seinna. Og það líka gott að hafa það í huga, það gott að nýta gamlar kindagötur, þær geta sagt manni svolítið hvar besta vegastæðið en gott vega- og slóðakerfi auðveldar allt aðgengi að við framkvæmdir og síðar umhirðu. Og vegir slóðar eru líka mikilvægir eldvarnarlínur og nýtast svo auðvitað til útivistar þegar skógurinn vex upp. Rannsóknir og reynsla síðustu ára sýnir ótvírætt að í skógrækt jarðvinnsla nauðsynleg til að tryggja góðan vöxt og viðgang trjáplanta. Tilgangur jarðvinnslunnar getur verið mismunandi eftir því hver landgerðin Í gróskumiklu landi jarðvinnsla nauðsynleg til að halda aftur af samkeppnisgróðri nógu lengi svo að trjáplöntur komist fljótt og örugglega í fullan vöxt en kaffærist ekki í góðum gróðri. Í dag mest notast við sérsmiða skógræktarplóga eða breytta landbúnaðarplóga í slíku landi. Grösust land frá náttúrunnar hendi frjótt og þar mun trjágróður vaxa best þegar framlíða stundir. Á öðrum stöðum jarðvinnsla nauðsynleg til að fjarlæga einangrandi lag gróðurþökunar og hækka þannig hitastig jarðvegsins sem leiðir af sér aukin niðurbrot lífrænna efna og losun mikilvægra næringarefna. Þetta og einkum við þar sem mosi og lyng og myndar þykka mottu ofan á jarðveginum eins og í mosaþembu. Hér því að ræða fremur grunna jarðvinnslu, ýmsar gerðir af herfum og jarðtæturum eru notaðar við slíkar aðstæður. Í landi sem hefur verið jarðunnið og samkeppnisgróður fjarlægur nýtist áburðargjöf betur en annars. Loks má nefna að jarðvinnsla dregur úr hættu á kali síðsumars með því að auka hitaleiðni jarðvegsins og hindra þannig að frostverði niðri við jörð í fyrstu næturfrostum, áður en trén hafa náð að búa sig undir veturinn. Jarðvinnsla í skógrækt hefur verið mikil í þróun og undanförnu og mikilvægt því að kynna sér nýjungar reglulega. Og mér líka mikilvægt að hafa það í huga að best að jarðvinna hausti áður en á að gróðursetja. Það þarf að gæta þess að ekki skapist rófhætta við jarðvinnsla, til dæmis að vatnsrásir myndist. Ávallt skal reyna að skapa sem mest skjól með jarðvinnslunni. Til dæmis að jarðvinni í austur-vestur ef skýla á fyrir sunnan og norðanáttum. Og þá þarf líka að passa upp á því að fylgja sem mest landslæginu utan í brekkur en ekki fara upp og niður til dæmis. Kringum hól og hæðir og samsíða vegum, þannig fellur skógræktin best að landslæginu. Ýmsar aðferðir eru við undirbúning og flekking með fæti að hönd einfaldasta og algengasta aðferðin. En það mikill ávinningur getur hins vegar verið að gera það með vélum. Flekking. Þegar við erum að tala um fótflekkingu eða handflekkingu þá erum við bara að tala um staðbundið rask sem einungis þar sem að plantan plöntuð. En við kíkum á velflekkinguna þá þetta frekar lítið jarðrask og minni hætta á vatnsrásum en þá þarf að hafa í huga að það þarf að gróðursetja jaðra, flex og nýta skjólið. Kíkjum á næstu. Glötu verðmæti. Það eru ýmsar ástæður fyrir því að plöntun misvarist. Þurrkatíð, næturfrost, óheppilegur eða lélegur efniviður. En yfirleitt það samt gróðursetningin sem skiptir meginmáli og það sem misferst. Á myndinni sjáum við einmitt dæmi gróðursetningu sem hefur verið plantað mjög grönt. Ég veit ekki hvort þið sjáum þetta á seinustu myndinni
En allan að þið sjáu þetta á fremri myndunum þá hnausinn talsvert mikið upp og á seinustu myndinni þá hefur ekki verið flekt og og þegar búið að handflekkja eftir á þá sést að hnausinn stendur upp úr og plantan að deyja vegna þess að hún að þorna upp af því að hún nær ekki í vatn og næringu niður í jarðveginn því hann hefur ekki verið plantað nógu djúpt. Þetta hefði mátt bæta bara með flekkingu. Tæting. Ef við kíkjum á tætingu þá það frekar grunnjarðvinnsla sem minnkar samkeppni og eykur hita næringarlösunar. Þetta sjaldnast verið að tala heilstætta tætingu, heldur þetta skili svona ræmur á milli sem eru ójarðunnar. Þetta hentar oft betur en TDS-herfi þar sem hætta á vatnsrofi. Þá það TDS-herfing. Best að plægja þvert á ríkjandi vindáttir og halla og öðru máli gegnir þegar mikill grasvöxtur Þá getur borgað sig að plægja með vindi þannig að grasið leggir síður yfir. Landið yfirleitt bara fljótt að jafna sig og þetta hentar í allar gerðir móa, illa gróið land líka og lúpinubreiður og þegar maður að planta í svona þá þarf maður að passa sig hvernig svæðið Þegar það þurrt svæði þá þarf maður að kannski að planta í botnin en sé það blaut svæði þá líka betra planta við bara gróður strenginn svo að sé minni líkur á frostlyftingu. Þá það val og plöntuseti þegar það engin jarðvinnsla. Það sem ekki í jarðunni mikilvægt að velja gróðursetningarstaði af kostgæfni og planta utan í þúfur, ekki upp á þær og nýta skjólið fyrir verstu vindáttunum og varast þúfnakall í kolla og lægðir á milli þúfna, þar geta verið frostældir og það þarf að planta þar sem að gróður fyrir, hæfilega djúpt og þjappa að. Það þarf líka að forðast moldarflög því að þar mikil frostlyfting og jarðvegurinn á mikilli hreyfingu. Þannig að það að mörg að huga. Ef við kíkjum aðeins þá rétt sést að birkiplanta sem örin, efri örin og það sést á þessari birkiplöntu og hún hefur það bara mjög fínt. Þetta mjög rýrt svæði en hún virðist bara ná í næringu þar sem að henni plantað bara mitt í gróður í þekjuna þarna. Og hún bara hefur það fínt. Það auðvelt að planta í þetta moldaflag en maður þarf að hafa það í huga að þar bara frostlyfting og þar bara í miðju moldaflaginu bara plantan í raun og veru dauðin. Þannig að það þarf að planta hér í gróður og það væri bara fínt að planta það sem geldingarhnappsþúfanir, sjá hana aðeins neðarlega og það var meiri líkur á að plantan nái að rótafesta sig og þá minni hætta á frostlyftingu. Þessi planta, hún bíður dómsdags. Hún bæði á versta staðnum á myndinni og hann ekki plantað nægilega djúpt. Það hefur verið sniður að setja hana þar sem gróðurinn og þá það undirbúningur á örfakalendi. Það getur það bara margborga sig að fara í einhverjar landgræðslu aðgerðir þegar að planta í örfakaland. Lífræn efni, kjötmjöl, húsdýraáburður, hey, nýtibindandi plöntur, hvítsmári, rauðsmári. Það líka hægt að planta í baunagrassi, ef maður veit hvað plöntur sem baunagras, þetta bara taka hann upp og planta hann, það gefur vist góða raun. Sáning á grasfræi, hólugröftur, húsdýraáburður, molta og vending erfis, tilbúin áburður, þetta allt dæmi. Einnig hægt að undirbúa stök plöntusett með því að grafa hólur og fylla húsdýraáburði fyrir gróðsetningu eða eins og nú hefur verið reynt á Hólasandi.
og það hefur bara verið að gefa góða raun að setja eina skóflustungu á molti í jarðveginn og stinga undir hann og venda jarðveginum, það er sem sagt snúan hrærunum og já. Þá er það búfjáráburður, hann getur örva grasvöxt óflega ef er of mikið. Það er mjög gott að bara setja hann í hólur undir plönturnar og moka honum ofan í hóluna og hræra jarðveginn og svo það er sem sagt eykur loftun, örva niðurbrot lifrænna efna, bætir vatnsbindisgetu, hefur jákvæð áhrif á smátir og örverur, hækkar jarðvegshita og hefur bara ýmis næringarefni og svo er líka bara gott að nota tilbúin áburð með við gróðursetningu. Takk fyrir.